Góðan dag, kæru vinir, og við bjóðum ykkur velkomin til þessara stundar því að þetta er eitt af því sem við erum að gera hérna. Það er að búa til núna æskuminningu úr auðvitað heimabæ mínu sem að líklega menn vita að er Hafnarfjörður. Og núna ætlum við að fara aftur til ársins 1964. Til ágústmánaðar þá, því að þá kom til Hafnarfjarðar skip að nafni Grokk Fokk sem er þýskt 3 mastra seglskip sem eftir því sem ég best veit er ennþá í siglingum og hefur nokkru sinnum komið til Íslands. Hvort að í þetta skipti sé fyrsta skipti sem þeir koma þekki ég ekki, ég held reyndar að svo sé, en skipið þegar þetta er að koma sem sagt úr kappsiglingu, það hafði verið í júní sama ár, sem endaði sem sagt yfir Atlantshafið líklega til Ameríku, giska ég á Bandaríkjanna. En það sem sagt fer líklega í einhverjar siglingar eftir það og kemur til Íslands, til Hafnarfjarðar og er þar til sýnis í allavega 1 eða 2 daga. Þegar að það er í höfn eru togarar frá bæjarútgerð Hafnarfjarðar búið að leggja þeim og það er ekki búið að selja þá greinilega, en þetta er sem 64. Og ég held ég fari örugglega rétt með að þeir allir fara 1964. Þarna voru þeirra mestar 4 togarar, allt og mikið af togurum sem var búið að leggja og þeir eitt sinn allavega tveiraðin slitna frá og í ofveðri og það var svona brasið að koma þeim aftur upp að, en það var á undan þessu. En Grokk Fokk sem sagt er í Hafnarfirði og það til sýnis og mikill mannfjöldi niður við höfn, gömlu bryggju, til að taka á móti þessu glæsta og mikla seglskipi. Það var nú ekki algengt að svona vegleg seglskip kæmu til Hafnarfjarðar, en þennan dag í ágústmánuði gerðist það. Glæsitími seglskipana eins og Grokk Fokk og fleiri skipa var á 18. öld, á 19. öldinni fyrirgefið. Og þessi skip, ábyggilega það hafa þótt mikil og stór skip og þau voru það og eru, en kannski ekki á nútíma mælikvarða. Og gætu alveg verið milli 3 og 4.000 tonn, eða 3.000 tonn þessi skip, eins og Grokk Fokk og þessi slík skip. Og það sem sagt, þetta er sem sagt glæsitími seglskipana, 3 mastra seglskipa og oft voru þessi skip mjög gangóð, fóru þetta eftir veðri og vindum og hvernig vindurinn blésa á þau og er sagt frá því að stundum hafi nú áhafnir mótorskipana, fraktskipana, litið þessi skip öfundar augum þegar þeir rendu fram úr þeim og þeir á fullri ferð og seglskipin náðu talsvert betri og meiri hraða í vissum kringumstæðum heldur en þessir mótorskip. En þetta svona til jafnaðar þá held ég að mótorskipin hafi nú haft vinningin yfir seglskipin því að ef að vindur var óhagstæður eða logn þá fóruðu nú ekki rætt og bara jafnvel ráku hafið. Sem mótorskip ekki gera því þau halda bara stefnu og hraða. Já, allavega þegar gott er veður og þá eru þau nú á sinni fullu ferð eins og sagt er. En við erum þarna niður við höfn, ég þá 9 ára gamall og eins og við vorum að tala áðan, fullt af fólki að taka á móti skipinu
og ég var þá með móður minni og föður held ég alveg örugglega sem voru að fara líka að skoða og ég man eftir því að skipið þarna út á og bara réttið hafnarkjaftin samt ekki inni og það gellur við flaut úr skipinu og allir sem áttu að fara upp í möstrin hlöpu upp kalana og öll segl manni voru niðri bara eftir 3-4 mínútur. Þetta fannst 9 ára gömlum dreng afskaplega tilkomið mikið og hann dáðist að þessum mikla hraða sjómannanna og sá, þó ekki var hann hár í loftinu að aldrei til mjög reyndur, að þarna borð væri vel þjálfaður mannskapur því að svona lagað, svona samstillt átak ekki gert nema með góður í þjálfun og undirbúningi. Og þeir semst að hlaupa þarna upp kantavantana, kaðalstigana frá Lunningu sem liggja frá Lunningu upp í möstrin. Já, það var örugglega ekki meira en 5 mínútur. Og þá voru öll segl niðri á öllu skipinu svo lagði sig og þannig sigldi það til hafnar. Þess held ég ekki á seglaflinu, það var nú vél í þessum skipum sem að notuð var þegar var verið að arrangera því í höfn og úr höfn. Svo tóku seglin við bara undir eins og færi gafst út á Rúmsjó eða já, eftir að höfn sleppti og hafið framundan. Og það siglir þarna tignarlegt inn fyrir garðana og upp að sennilega stálþilinu í Hafnarfirði, það þó komið, það kemur 1960. En trébryggjurnar báðar eru þarna og allavega voru einhverjir Hafnarfjarðartogarar við bryggju. Þetta 1964 sem sagt, en nú ekki enn búið að selja þá, en sennilega verið að undirbúa þá vinnu því að, eins og vorum að tala líka, þá voru þeir seldir 1964, ég held að séu allir komnir í sölu og farnir úr firðinum, já, áramótin allavega 64-65. Þannig að þeirra nutu ekki við bryggjuna eftir það, allir Eldborgin hafa þó bara ekki lagst í stæði sitt þar sem þeir lágu áður. Hún átti nú gömlu bryggju og lá alltaf þar þegar á milli síldarvertíða og margir hafnfirðingar muna eftir henni þar og stundaði síldveiðar og lá á milli vertíða við bryggju í Hafnarfirði og ástæða þess var að Gunnar held ég hafa nú sagt það, Gunnar Hermansson hafði sagt að útgerðin stæði það vel að þeir geta alveg left sér bara að vera á síldveiðum og láta það duga og þetta var hið algenga með Eldborgu. Hún var ekkit á öðrum veiðum en nótaveiðum. Hvort það gilti allar Eldborgirnar, þetta sem sagt 3. Eldborgin, GK13 sem þarna við bryggjunu, það yfirbyggðibáturinn, stórt og mikið skip. Hvort það gilti allar veit ég ekki, en mér minnir að svo hafi verið. En hvað það? Við erum að horfa hérna á Grokkfokk, þýska seglskipi sem á þessum árum svona meira sýningaskip en meira annað því að tími seglskipana sem flutningaskipa liðinn fyrir mörgum áratugum þegar þetta þó að þeir hafi átt sína glæsi tíma en það á 20. öldinni, á 19. öldinni fyrir ekki, 1800 og eitthvað sem það allt saman í gangi. En eftir það, þá urðu einhver eftir og eftir það verða þau mikið bara á siglingum. Þetta eitthvað á vegum hersins og áhafnir fá þjálfun í hermennsku einhvers konar til að viðhalda sennilega gömlum siðum og venjum. Og þetta var kannski leið skóli fyrir þau
þessa tindáta, svo má segja, sem að þeir kannski og örugglega hafa lært helling af, en kannski var nú námið þannig að það var svona úrelt ábyggilega mörguleyti, því að tækninni fleyið fram og alls konar tekið við sem að ekki gilti og var ekki til þegar seglskipið var og hét, en alveg sjálfsagt að viðhalda þessu og að menn viti svona hvernig þetta var í eina tíð. Já, svo leggst skipið upp að og landgangi rennt í land á framan og aftan að ekki, var það ekki borð í skipum, og fólk streymir borð og ég þar með mínum ágætu foreldurum. Og það var margt fyrir 9 ára strák að sjá borð í skipinu og dekkið var plankaklætt og stífbónað og hreint og allt strokið og flott sem að hvert sem komið var, og kaðlar við lunningu uppræðaðir í tengslu við seglin og gert eftir kúnstærna reglum og eftir ákveðnum leiðum og þar fram eftir götunum. En ég man nú ekki svo sem hverju voru þetta fleiri, en ég man að foreldrar mínir, móðir mín var alveg pottþétt, og ég held örugglega að faðir minn hafi líka verið með í þessari skoðanaferð og ég strákurinn. Og þá við kíkjum skipið og skoðum til að mynda það sem stýrisbúnaðurinn var, og voru þeir ekki með 2-föld eða 3-föld stýri á þessum skipum, því að það voru einhver aflvélar þannig við stýrið og þetta var bara handtaki sem að dugði, og það voru kannski nokkri menn sem stýrðu skipinu, því að það var þungt að stýra þessu skipum með ekkert hjálparat átak frá vél, og það hefur örugglega ekki verið þegar seglin ein voru, því að þá voru einhver vélar borð í þessu skipum, þannig að það var ekkert neitt hjálparátak frá vél að ræða. En það hefur örugglega verið komið einhver stýrisvél þegar það kemur 1964, þó að allur búnaður hafi verið til staðar svona vegna þess að bara til þess að leyfa mönnum að sjá nákvæmlega eins og þetta var. Og það var bjalla þarna uppi sem notuð til að hringja þegar vaktaskipti eru borð, við stýrið kannski eða hvað sem og ég náttúrulega forvitin ungur strákur teki í spottan og ding, það klingir í bjöllinni. Kemur þú ekki svaka stæltur sjómaður og lemdi svona í öxlinn á mér. Var ekki bara hrifinn af þessu að ég gerði þetta, og það var allt í lagi náttúrulega. Ég vissi ekkert að ég mætti gera það var nú reyndar ekkert fasttök, en hann svona sló í öxlinn á mér, ég man það. Og ég náttúrulega bara hætti þessu og vissi að þetta væri eitthvað sem maður mætti ekki gera, og svo ekki orðum það meira. En maður skoðaði þetta skip sem sagt, svo hægt var að skoða. Það var nú ekkert hleypt inn í vistarvörurnar neitt á því, og það voru fleiri en ég að hafa Ferskubergi brotnir sem að voru þarna, og örugglega einhverjir af guttunum sem voru í kringum hann á þessum árum, og þó ég muni það nú reyndar ekki, en kannski voru þeir ekki, en allavega var mikill grúi manna og kvenna sem að fóru þarna á fótum sínum. Hvað heimsóknir stóðu lengi veit ég ekki, en ég man vel eftir því hvað það var tignarlegt þegar skipið kom þarna á höfnina, og svo var flautað, og allir sem einn maður sem átti að vera í seglunum hlupu upp kaðarstigana og tóku stöðu sína á þarna þar sem seglin voru, stóðu á þessum spottum sem eru þarna á hverri ráð fyrir sig. Þetta hellingur og fólki sem að tekur þátt í þessu, og leysir spottan sem batt seglið við sigluna, og svo bara eftir, eins og ég segi, bara örskamma stund
þá voru öll segl niðri. Þetta fannst mér mjög tignarlegt, þannig að maður var vitni að þessu og svo náttúrulega ýmsu öðrum borð sem voru framandi fyrir þennan unga strák. Sjálfur tók ég aldrei þátt í seglskipavinnu og kynntist í ekki neitt nema bara þarna og svo bíómyndum og kannski bókum og svona. En Grokkfokk hefur nokkru sinnum komið hérna. Það kemur alltaf annað slagi til Íslands, en ég held núna séu orðið nokkur ár síðan það kom síðast, en ég held að það sé ennþá í drift, það sé ennþá verið að nota það. Þá sem þetta aðstaða fyrir sjóliða og þjálfa þá upp unga sjóliða fyrir herinn. Það er nú herskylda í sumum löndum og þetta hafa sjálfsagt verið herskyldu menn sem voru að þjálfa sig þarna, fóru borð í skipið og jafnvel kláruðu sína herskyldu borð í skipið og fóru svo bara sína leið. Þannig með þessa herskyldu. Og svo ekki svoleiðis með mann og ekki svoleiðis eftir þessum, að mann eftir þessum ákveðnum punktu sem ég sá áðan og sagði áðan. Og maður var þarna borð og foreldrarnir með mér, allavega móðir minn, og ég held örugglega faðir minn líka, eins og ég var að segja, en þetta er svo langt síðan, maður mann ekki alveg frá skref til skrefs, en í stórum dráttum þá mann maður þetta. Var mann eftir togurinu sem lágu við bryggju, á nýju bryggju og ekki enn farnir, en svona eftir að hyggja þá veit ég að þeir fóru 64, en ekki farnir í ágúst, 19. ágúst, þegar Grokkfokk þarna, eða 18. 19. ágúst, eitthvað svoleiðis, sem það í Hafnarfirði. Hvert það fór eftir það var hjá okkur í Hafnarfirði veit ég ekki, en ég ekkert viss að það hafi farið þaðan beint út. Það má vel vera að það hafi farið norður fyrir, vestur fyrir og svo norður eftir eitthvað og jafnir stoppað á einhverjum öðrum stöðum heldur en í Hafnarfirði, en ég bara veit ekki hvernig það var, nema hvað að það kemur þarna til Hafnarfjarðar og hafði í júní 64 tekið þátt í seglskipakeppni yfir Atlantshafið og sigra þá keppni. Hann náði sem sagt mestum hraða og var fyrst af öllum þessum skipum til að komast á áfangastað, og það hefur náttúrulega verið ákveðið afrek og ákveðið markmið. Þarna kemur fram svolítið svona hæfni sjómanna til að reikna út veður og vind, því að þessi skip voru náttúrulega mjög háð veðri og vindum, að það var engin spurning um það. En það aftur á móti breyttist þegar vélin kemur borð og þá hættir þetta. Þá skiptir ekki veðrið öllu máli eins og var, auðvitað skiptir alltaf veður, skiptir alltaf máli og í dag alveg eins og alltaf verið, en með öðrum hætti en var gilti fyrir þessi ágætu seglskip. Lognið okkar fallega sem okkur finnst nú best að sigla í dag, það hefur ábyggilega á dögum seglskipana verið versta veðrið sem hægt að hugsa sér, því að þá bara ráku þessu skip. Ef engan vind naut, þá bara höfðu þau ekkert afl til þess að drífa sig áfram. Þannig að það hefur kannski verið bara versta veðrið fyrir þá að lenda í logni. En einhvern veginn komist þau nú alltaf á leiðar enda og hver lengi þið þurft að bíða eftir einhverju vindgjólu, veit ég ekki, en það hefur ábyggilega oft verið alls konar í gangi með það, en svo líka eins og vorum að segja áðan, komið þeir í stríðan vind og þá gátu þau náð upp alveg ágætishraða, eins og voru líka að tala að jafnvel mótorskipamenn bara öfunduðu hraðan, eða þannig talað. Þannig að þetta er saga sem
ekki lengur sögð, en þetta skip sem sagt kom og hét skipstjórinn Engel og stýrimaður von Stackelberg, fyrsti stýrimál, og þeir eru sem sagt borð þegar að skipið kemur eftir því sem ég best veit fyrsta sinn til Hafnarfjarðar og liggja við gömlu bryggjunni fyrir gefið Stálþilið og Flensborgarskóli blasir þarna við á sínum stað á hæðinni og talsvert færra fólki í Hafnarfirði 64 er í dag og svæði sem nú er að öllu leyti byggð ekki til og bara hraunið eitt hvert sem augun litu. Þannig að bærinn okkar hefur breyst. Ég held nú alveg örugglega að Grokkfokk seglskipið þýska hafi lagst að bryggju Hafnarfjörð eftir þetta, en það hefur nokkru sinnum veit ég komið til Reykjavíkur. En ég held að það hafi komið til Hafnarfjarðar einhvern tíman eftir þetta. Og ég held að það sé að koma til Íslands í fyrsta skiptið og þá var Hafnarfjörður fyrir valinu og eins og vorum að tala þá sumar hafði verið efnt til þessara keppni hver þið fyrstur yfir Atlantshafið og þetta skip, Grokkfokk, hreppir Sigur Pálmann. Já, það er svona ekki, stundum er gaman að grúska í sögunni og þá kemur ýmislegt í ljós og þegar ég er þarna á höfn yfir bryggjuna hafði ég ekki hugmynd að einhver keppni hafi átt sér stað fyrir sumarið. Hafði engan grænan grun það nema bara það að skipið er auglýst, koma skipsins er auglýst klukkan líklega 2, það er nú yfirleitt auglýst á þeim tíma og ég ásatt fjölda annarra Hafnfirðinga er niður á bryggju og verð vitni að því þegar það siglir inn og leggst upp á bryggju og svo eru landgangum rennt í land og öllum boðið að skoða og sem við gerðum. Þetta var skemmtilegt. Ég veit ekki hvar þetta skip er í dag, en ég held að það sé ekki búið að setja það neitt í glattkistuna. Það eru ennþá nokkur skip svona, sem eru þó bara eiginlega sýningaskip, það er ekkert verið að nota þessi skip og sum hafa komið hingað, norsk skip kom fyrir eitthvað 10 árum síðan til Reykjavíkur og var til sýnis hér í Reykjavík og það gæti verið á svipuðu róli að stærð og Grokkfokk, ekkert ósvipað skip, eitthvað svipað stórt en það var norskt og ég held að það sé alveg örugglega enn verið að nota það sem þá þetta sýningarskip. Tími seglskipana eins og við vitum er liðinn og það hvarflar ekki að neinum að byggja seglskip, ekki nema þá bara sem skemmtiskip, svona fyrir sjálfan sig eða eitthvað svoleiðis, en til notkunar, flutninga, nei, það er ekki gert. Það er ekki fyrir hendi. En hérna, ég ekki segja þetta gott, klukkan líður maður. Alveg, nú gleymdi ég mér. Þannig að þetta lítur að vera mjög gott. En við látum þetta fara svona og ég þakka fyrir mig og við gerum örugglega eitthvað meira. Æskuminning eða starfsmynd ykkur dreginu.